fara að klæða. Og hann segir í leiðbeiningunum að maður þurfi það bil 4 metra af klæðningu. Og það passar ef maður með einn lit, eins og ég er með bara hvítan. Ég keypti 2 metra rúllur af klæðningu og keypti síðan varlega niður alla búta sem ég þarf til þess að klæða módelið. Og hérna er filman sem þarf fyrir vænginn og þetta er stélið og hérna er skrokkurinn. Og þegar ég er búinn að efna þetta niður allt saman, búta þetta niður í búta sem að passa til þess að klæða, að þá er þetta afgangurinn. Þetta er það sem situr eftir þegar ég er búinn að klippa niður alla búta sem ég tel mig þurfa á módelið. Þetta er ekki mikið. Þá ætla ég að fara að klæða og ég ætla að byrja á vængnum. Ég ætla eiginlega bara að sýna annan vænghelminginn og það gæti orðið dálítið leiðinlegt að fara að sýna klæðningu á öllu módelinu eins og það leggur sig. Þannig að ég geri bara annan vænghelminginn. Nú, þegar maður fær filmu eins og þessa, þá er líklegt að með henni fylgi leiðbeiningar. Og hér eru leiðbeiningar stóru blaði báðum megin það hvernig maður á að fara að því að klæða. Og það sem skiptir mestu máli er að athuga hvað straujárnið á að vera heitt. Því að filmur getur verið mjög mismunandi með hvaða hita þeir vilja hafa. Þessi hérna sem heitir Oracover eða Profilm stundum kölluð, að hún þarf frekar mikinn hita og ég hef notað þetta áður, þannig að ég veit að á straujárnunum mínu hérna þá þarf ég að vera með dálítið mikið hátt, næstu því alveg í botn. Síðan er ég með hníf með alveg glænýju blaði. Það veitir sko ekki af að hafa dálítið gott bit þegar maður ætlar að fara að skera þessa filmu. Og svo er ég með skæri sem ég keypti nýlega í verkfæralagarnum. Það kostaði lítið, en það er ágætt að vera með ný skæri eða beitt skæri þegar maður ætlar að fara að klippa, vegna þess að annars klippir ekki, heldur bara slítur sundur. Þannig að þá er best að byrja. Og hérna er ég með 2 búta sem að eiga að fara á vænginn vinstra megin. Og þessi kemur hér. Þannig að ég hef hann dálítið vel stóran. En áður en ég set þennan stóra bút hérna, þá er vert að fara með smá filmubút hérna í kverkina. Vegna þess að þegar maður leggur filmu hérna ofan á og hérna neðan á og klippir inn, þá endar alltaf með því að það eru smá bútur hérna sem er ekki klæddur. Þá er ágætt að hafa þessa litlu afgangsbúta sem voru eftir. Ég ætla að taka þennan hérna, ég ætla að setja hann hér í og hérna bretta hann síðan sikkur megin á. Og þá er ég komið með klæðningu heil inn í kverkina. Oftast er einhvers konar bak á filmunum og á þessari er það pappír. Og þá þarf maður að reyna að ná þessu af. Hér beyglar maður bara eitt horn og tekur þá bakið af. En í mörgum tilfellum þá er glær plastfilma eða eitthvað sem maður þarf að ná í burtu. Og þá getur verið gott að nota títuprjón eða hnífsodd til þess
til þess að ná bakinu af. Og ég legg þetta bara hérna í, það er ágætt að gera brot í þetta hérna sem fer hér inn í kverkina. Svona. Taka síðan stræðirnir og stræði þetta niður. Svona. Nú er gott að nota skærin og ég nota þykktina á blaðinu. Ég legg það bara hérna á og klippi og þá er ég komið með brún hérna, eða smá sem stendur út af, sem er jafn breitt og skærin eru þykk. Þetta er kannski ekki eins og auðvelt hinum megin frá. Og hérna, eins og ég segi, skiptir máli að skærin séu beitt. Svona, klippa hérna inn í hornið. Þetta má líka skera svo sem með hníf. Svona. Og síðan leggum maður þetta niður. Nú verður auðvelt að leggja filmuna að þessu og það er komin filma inn í kverkina þar sem að annars myndi vera opið. Svona. Þá er það næst að setja þetta stykki hér ofan á. Það er kannski alltaf að taka bara aðeins hérna. Svona. Nú er þetta svona þetta beint. Þegar að filman kemur á, þá er ágætt að hafa smá skörun á þessu. Það segir í leiðbeiningunum að hafa skörun upp á 50 mm, það er kannski dálítið mikið, en þetta er svona í fínu lagi svona, kannski 2 cm er alveg nóg, 20 mm. Og filman verður oft rafmögnuð þegar maður tekur bakið af. Þannig að það er ágætt að leggja hana svona ofan á og taka bakið undan. Þannig að til þess að það sé engin hægt á að filman fari eitthvað þar sem að hún getur dregið í sig og á sig alls konar jökk og ryk og drullu. Það er til líka að ég er komið með svona flísteppi hérna á borðið. Það hjálpa mér að koma í veg fyrir að vængurinn eða módelið verði fyrir skakkaföllum á meðan ég er að klæða. Nú liggur filman hérna ofan á, alveg tilbúin og á réttum stað hérna. Ég er búinn að setja hana þannig að hún standi út af allan hringinn. Og það er ekkert mynstur í þessu, þannig að það skiptir engum máli hvernig það situr í rauninni. Þannig að nú byrja ég bara á því að festa þetta niður hérna, aðeins bara hornið, rétt smá. Og
gefa því örlítinn tíma til þess að taka sig og síðan get ég strekt það hér á milli. Ekki mikið, bara rétt aðeins til þess að leyfa henni að strekkja sig á sér. Næst fer ég á vængendan og hérna get ég núna strekt aðeins á þessu. Aftur að passa mig ekki taka of mikið því það losna bara upp hinum megin. Því að takmarkið er að fá filmuna til þess að liggja sem sléttasta. Til þess að maður þurfi ekki að vera að losa sig við einhverjar krumpur. Svona. Strekkja hérna. Svona, nú er ég búinn að festa filmuna bara á 4 punktum. Ef hún væri eitthvað, ef eitthvað þyrfti að laga, þá er ekkert mál að kippa upp. Nú get ég kippt upp þessum punkti hérna og strekt það á þessu aftur og lagað krumpur sem var hérna. Reyna að ná úr öllum krumpum á þessu stigi. Vegna þess að það er auðvelt. Það verður erfiðara að ná úr krumpunum ef það eru komnar í og maður er búinn að festa allt saman. Nú get ég fest þessa brún hér. Þá bara legg ég straujurnar á þetta og leyfi því að bræða. Nú þarf maður ekki að hafa, það er oft sem að menn ýta með einhverjum krafti og offorsi á straujurnar. Það þarf ekki. Það sem að þarf er bara að láta hitann vinna. Það þarf ekki að láta þrýstingi vinna, alls ekki. Bara hitann. Og hérna tek ég aðeins í, hita og leyfi því að taka sig. Þetta er mjög snöggt að límast en maður samt aðeins að leyfa því að kólna aftur til þess að límið haldi. Nú er ég búinn að festa hérna. Þá tek ég hérna í miðjunni og passa mig að tóka ekki mikið. Það er hægt að setja inn krumpur í þessu stigi. Þannig að ég bara rétt aðeins festi hérna. Og svo fer ég hérna hinum megin og festi á móti. Svona. Og tek ég hérna til helminga báðum megin. Til að festa niður. Tóka aðeins í það til þess að leggjast slétt. Og nú er filman lögst og þá get ég gengið á allar brúnir, ég legg bara straujurnar á og leyfi líminu að taka sig. Held aðeins í hérna, sitt hvoru megin með þessum 2 puttum og hérna hita og festi. Hérna niður á. Hér er aðeins innundir þannig að ég þarf að ýta því niður með straujurnar. Ágætt að gera það áður en maður gerir nokkuð annað. Festa niður frambrúnina. Svona, nú er ég búinn að festa filmuna allan hringinn.